Komið sælar og blessaðar kæru meyjur. Nú komið að smá ást og rómantík fyrir ykkur. Eða vonandi er það sem að spilin sýna. Við byrjum á að taka nokkur spil fyrir þig, kæra meyja, og síðan fyrir hinn aðilann. Hver sem hann nú er. Ok, þið eru tilbúnar. Fyrsta spili fyrir þig, kæra meyja, er hérna. Og þar kemur fram að akkurat núna eru væntingar ykkar ekki þær sömu. Ok. Það kemur nú fyrir á bestu bæjum. Spilið sem að hinn aðilinn fær, það er bara að einhver hefur augastað. Þannig að það er greinilega verið að fylgjast með þér og einhver sem að hefur áhuga á þér. En þið eru greinilega ekki með sömu væntingar. Ok, sjáum hvað setur. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur, komdu bara og hvíldu í faðmi mínum, er skilaboðin til þín, kæra meyja. Hinn aðilinn, hann vill fá smá rými eða vill að þið gefi hvert öðru smá rými í augnablikinu. Ok, það er kannski verið að ganga frá einhverju eða leysa einhver mál sem að er oft bara betra að gera áður en stokki inn í samband. Ekkert mega neikvætt so far. Höldum bara áfram. Ok. Þú vilt bara fá að halda áfram með líf þitt, fá að þroskast og dafna, ekki gefa neina sjensa og ef að þú færð ekki bara að halda áfram með þitt líf, þá er sambandi bara búið. Þetta er svolítið hörð skilaboð. Er þetta skilaboð sem þú ert að senda frá þér eða er þetta eitthvað sem er að koma til þín? Þetta er svolítið kalt. Hinn aðilinn, hann kemur hérna með bara skýrleika, sannleikan og hann vill að þið standi saman, heiður og vernd og mikill kraftur og eitthvað konar opinberun, eitthvað sem er verið að opinbera. Þannig að kannski bara þarf þú að heyra einhverja ákveðna hluti frá hinum aðilanum til að koma þér út úr þessum fasa hérna. En þú virðist vera alveg ákveðin í því að halda bara áfram að dafna og breyta lífinu og að vera ekkert að taka þátt í þessu sambandi. En hver segir að það tvennt get ekki farið saman? Ok, höldum áfram. Hérna færðu bara svona falleg skilaboð ástina. Það er verið að tala að þrá og ást fara ekki alltaf saman, en þegar það fer saman, þá er hægt að skapa með því ákaflega sterk og traust bönd á milli fólks. Ok, það sem hinn aðilinn fær. Innra með þér tíni ég sjálfum mér. Án þín finn ég sjálfa mig og svo reyni ég að tínast aftur. Þetta er bara svaka rómantískt allt saman. Þannig að það er greinilega sterk tengsl á milli ykkar sem að hafa djúpstæð áhrif á hinn aðilann og jafnvel þig líka. En þið þurfið greinilega að koma ykkur saman einhvers konar tímasetningar og
að tala saman og leyfa sannleikanum að koma upp á yfirborðið. Ok, 2 svona til þín, ok. Þú farið hérna Vogina og þú ert náttúrulega hérna sjálf, kæra Meyja. Vogin getur þýtt að þú sért á báðum áttum. Vogin getur líka þýtt að þú sért hinn aðilinn sé Vog. Þú sért aðilinn sem þú ert skotin í sé Vog. Og annarkvort ykkar eða bæði eru kannski í einhvers konar þjónustustarfi. Þetta spil lýsir líka bara löngun þinni til að hugsa og vera sá aðili í sambandinu sem svona gefur af þér og ert svolítið svona nærandi í sambandinu ykkar. Ok, sjáum hvað kemur hér. Já, ok. Hinn aðilinn greinilega dálítið heitur. Flottur aðili, hver sem hann nú er. Ok, ég vissi ekki að þessi spil væri svona, og ert þú að fylgjast með honum á netinu eða er hann að fylgjast með þér? Ef eru þið bara bæði að skoða hvert annað. Kemur sterkt hérna inn. Stálkar þarf ekki endilega að vera í sinni neikvæðustu mynd. Þetta þýðir bara að þið hafi greinilega nægan áhuga hvort á öðru. Það mikinn að þið viljið vita sem mest hvert annað. Ok. Þá ætlum við að taka hérna spil fyrir ykkur í sameiningu. Og sjá hvað spilin segja okkur með það. Já, ok. Það fyrsta sem ég fæ hérna dálítið skrítin tilfinning sem kemur svolítið sterk hérna inn og hún eiginlega sú að þið séuð svolítið að bíða hvort í sínu lagi eftir hvert öðru. Þetta er eitthvað sambandsleysi á milli ykkar og sigðin hérna segir mér það að þið séuð ekki að tala saman í augnablikinu. Nú eða bara hreinlega að þið hafið slitið samskiptum einhverju hluta vegna. Það getur verið bara vegna vinnu eða vegna tímaskorts eða eitthvað þannig. Ekki það að það sé búið að skera algjörlega á, en það er ekki mikil samskipti eða samvera á milli ykkar og biðstaða virðist vera sem að mér finnst varða ykkur bæði. En tréð sem hérna segir mér að þetta samband eigi alla möguleika á því að vera heilbrigt samband sem er svona fjölskyldu orienterað eða sem fjölskyldan er í hávegum höfð. Það getur líka þýtt það að þið muni kynnast fjölskyldu hvors annars dálítið náið. Tréð táknar fjölskyldu og heimili og afskaplega heilbrigð og sterk og góð orka sem kemur með þessum spilum og segir mér líka það að ef að þið hafi verið að glíma við einhvers konar erfiðleika eða vanlíðan þá eru þið greinilega búin að vera að vinna svolítið vel í ykkar málum annaðhvort í sameiningu eða í sitt hvoru lagi. En það eru væntingar hérna og það er verið að bíða eftir samskiptum og við skulum aðeins sjá hvað kemur meira. Ok, þögnin kemur hérna upp.
Af hverju er þögn á milli ykkar, kæra Meyja? Mér finnst það svolítið athyglisvert vegna þess að ég skynja það samt ekki eins og að þið hafi tekið einhverja ákvörðun að slíta samskiptum eða eitthvað svoleiðis. Leið og þögnin er rofin, þá kemur ýmislegt upp á yfirborðið. Og það kom einmitt fram hérna áðan, sannleikurinn, þörfin á að ræða sannleikann og segja frá og opinbera hluti. Það getur bara skipt sköpum og mér sýnist bara öll tækifæri hérna benda til þess að þetta samband getur orðið gjöfult og gott. Því hér er fjarki sem bendir til svona áfangasigurs og það að þið muni ná saman að lokum eða eftir ákveðin tíma og einhvers konar samband kemst á, hvort sem það er gifting eins og sést á þessu spili eða bara skuldbinding ykkar á milli. Og það er þessi opinberun og það er þetta að tjá sig sem á eftir að skipta höfuðmáli vegna þess að þið takið það svo með ykkur inn í framtíðina og ég sé hérna aukin skilning og aukin samskipti ykkar á milli þar sem að þið farið inn í miklu betri tíma hvað þetta varðar. Þessi tenging ykkar er líka á sterkum andlegum nótum. Ef þið vill hafið þið bæði áhuga á andlegum málum. Já, vegna þess að, og það er svona, það er í þessari þögn sem ég talaði áðan, er líka ákveðin þögul skilningur sem er á milli ykkar. Þannig að þið búið kannski að svipari reynslu eða upplifið lífið á svipaðan hátt og hafið sömu skoðanir að einhverju leyti. Þannig að þetta samband virðist vera mjög gott leið og þetta sambandsleysi eða þessi þögn er rofin. Ok, höldum aðeins áfram. Já, akkurat, aðskilnaður. Það er einmitt það sem er svolítið í gangi núna. Og afturgifting. 2 spil hérna ofan á hvert annað sem tákna svona sterka tengingu, skuldbindingu, ekki endilega giftingu. Og tjáningin, það að tjá sig. Sjáu hvað þetta er flott, það er ekki hægt að skálda þetta. Já, leið og þið bara farið að tala saman og skot gengur þetta. Sjáu hvernig hún horfir hérna rjóð í kinnum á mannin. Ég held að þetta sé sterkt samband sem að mun komast á fyrr en varir. Ég fæ sumarið sem bara í allra síðasta lagi. Ok. 2 hérna í viðbót fyrir ykkur varðandi tímasetningu. Það er bara óþekkt tímasetning. Ok. Partur af þessari þögn og þessu sambandsleysi sem er hérna. En svarið er já. Þannig að það er einhver blöðum það að fletta. Og ef þið eru með einhverja ákveðna spurningu í huga, kæru Meyjur, varðandi þetta samband, þá fáið bara að vita það seinna, samkvæmt spilunum, I'll tell you later. Einhver partur af þessu verður greinilega að vera bara, fá að vera hulinn. Teka eitt í viðbót hérna fyrir ykkur. Ok, finnið svörin
sjálf eða sjálfar. Ok, það bara þannig, við skulum ekkert vera eitthvað að reyna að bæta neinu þar við. Ég þarf ekkert að segja ykkur að þið takið þessu öllu saman náttúrulega með bara ákveðnum fyrirvara og reynið bara að hafa gaman að þessu frekar en hitt. Það þakka ykkur fyrir, kæru meyjur, ljós og kærleikur til ykkar.